Já, gaman að fá að vera hérna í panel með ykkur og tala það efni sem að hefur farið á undan, Sigurður og Vilhjálmur. Og það svo áhugavert að sjá þessa þróun, eins og þú fórst yfir áðan, Vilhjálmur. Að tæknin, hún ekkert flott, hún svolítið svona, og nú ætla ég að sletta aðeins að vera svolítið klönki til að byrja með. Og þið sjáu það líka sem eruð að horfa að við erum með sjálfvirka textun á viðburðinum og þá sjáu það að þetta ekkert orðið fullkomið en þetta verður alltaf betra og betra og þessi hröðun svo mikil út af einmitt gervigreindinni eins og þú komst inn á Vilhjálmur og við ætlum að ræða þess hérna. En það spurningin svolítið sem brennur á mér fyrir þig til að byrja með og varðandi Emblu. Því nú ég Emblu-notandi og mér langar svo að vita, ég ekki að biðja stór lofur, en mér langar samt að heyra í okkar vildustu draumum, hvað getur Embla orðið, hvað getur orðið framtíð? Ég keypt mér bíómiða með því að tala við símann meðan ég var að keyra í Bandaríkjunum. Getur Embla orðið þetta? Get ég skrifa tölvupóst á leiðinni í vinnuna bara með því að getur hún lesið fyrir mig tölvupósti? Hvað getur Embla orðið í framtíðinni? Já, og það engin ástæða til þess að í raun og veru að hún eigi að vera eitthvað slakari en það sem þú þekkir í dag fyrir ensku. Það alveg að vera hægt að gera raddgreiningu fyrir íslensku jafn góða. Það vera hægt að gera talgervilinn jafn góðan og menn þekkja fyrir ensku. Og svo gervigreindin sem liggur á bakvið og Embla sem sagt í dag svona uppbyggð með svona reglukerfi. Þar sé að við þurfum að forrita fyrirfram sem sagt spurningategundirnar sem hún getur svarað, sem hún þekkir og getur svarað. Þannig að við þurfum að sérstaklega bæta við Emblu því að hún kunni að svara strætó eða opnunartíma eða eitthvað slíkt. En það sem að fara að gerast núna eins og við sáum kannski aðeins áðan að við erum að fara inn í þessa opnu gervigreindatækni þar sem að vonandi hún mun geta svarað miklu opnari spurningum sem þá orðaðar bara eins og fólk vill orða þær. Og sömuleiðis ég nú vonast til þess að við munum smá saman fá fleiri og fleiri þjónustu veitendur á Íslandi til þess að tengja sig inn í þetta umhverfi. Vegna þess að það náttúrulega okkur mönnunum lang eðlilegast að nota röddina ef við getum til þess að biðja það sem okkur vantar. Já. Og ég vona bara þetta þarf ekki að taka svo langan tíma því að eins og Sigurður nú þú í verkfræði á náttúruvísindasviði og nú hefur öll þessi gervigreind, hún er að hraða svo miklu allir þessari þróun. Hvernig frá þínu sjónarhorni, hvað tekur þetta langan tíma? Já, þetta bara... Hvernig virkar þetta? Já, þetta alltaf mikil hröðun og finnum að nemendun okkar meira og meira að sækja inn þessi svið og það var nefnt áðan máltækni versus gervigreind eða þessi orðanótkun og það skiptir verið máli og það sem að kannski Vilhjálmur dróði fyrir okkur bara þessi gervigreindar heimur sem við erum að byrja að stíga inn í. Og þá getum við líka aðeins velt okkur fyrir okkur almenningur tilbúin til að stíga inn í þennan heim og við sjáum þessi átök sem að fara í gang núna, treystum við tæknifyrirtækjunum og við erum svolítið búin að tala svolítið mikið tæknilausnir hér sem náttúrulega eðlilegt, þetta náttúrulega kannski fyrst þetta tæknivandamál, en síðan þetta líka vandamál hvernig fáum við almenning til að nota þetta og treysta þessu. Og þá kannski koma líka inn í önnur svið, bara hugvísindin, félagsvísindin og hvernig hvernig eigum við svona yfirfæra þetta til fólksins og svona greina hvernig við getum tengt þetta saman. Og Vilhjálmur sýndi okkur ágætt dæmi áðan mjög áhugavert dæmi hvernig hægt að láta búa til samning og þú varst með að selja bíl og ég held að við erum með konu og kall og síðan kemur samningur. Hvernig eigum við sem notendur að treysta því að þessi samningur sé hlutlaus gagnvart báðum þessum aðilum? Mun hann draga taum kallsins, okkar þjóðfélag gerir það alltaf og allt þetta. Hvernig fáum við almenning til þess að treysta því að þessi tækni bara sé okkur til hagsbóta eða kannski styrki kannski bara núverandi valdastrúktúr. Og ég held að þetta séu svið sem að kannski við í háskólanum þurfum aðeins að velta fyrir okkur hvernig beinum við líka nemendunum þangað, ekki bara í tæknilausnirnar, þetta líka í allt þetta. Þannig ég held að þetta sé mjög áhugavert svona framundan. Ég held að ég má pikka þannig að þráðu upp, ég held að það geta alveg orðið eiginlega sölu röksemd fyrir íslenska gervigreind og máltækni að hún geti verið nálægt fólki, hún ekki hjá erlendu stórfyrirtækjum, hún íslensk, hún hjá okkur og til dæmis við höfum lagt mikið upp á því saman við Emblu að vera með mjög skýra persónuverndarstefnu og meira segja hugbúnaðurinn opinn þannig að fólk sem vill skoða bara hvað Embla að gera, hvernig hugbúnaðurinn skrifaður
hvað hann að geyma og ekki geyma, það bara liggur fyrir á netinu. Þannig að kannski getum við líka sko gert eitthvað í því að öðlast traust fólks með því að vera nær því og vera ekki Google eða Facebook sem að enginn veit hvað eru að spá. Og þá það einmitt það sem að ég svo oft spurði að því að eins og með vélþýðingar og fleira, þess að því er í almannaróm með ykkur, akkur erum við ekki bara að nota Google, akkur erum við ekki bara að gera þetta, en verður það ekki að vera þannig að lausnirnar sem við búum til hérna á Íslandi, þær verða að fara inn í Amazon og Google og Microsoft og Facebook. Ég meina við getum ekki búið til bara standalone lausnir sem að, sko verðum við ekki að ýta þessu inn hjá stóru tæknifyrirtækjum og hvernig getum við gert það? Er það ekki stóra verkefni okkar? Jú, við gerum það auðvitað, við þróum opin gögn og málföng og þannig að þessi stórfyrirtæki geta tekið þau og nýtt þau hjá sér og auðvitað viljum við það, en ég held að við viljum líka þróa tæknina og hafa tækniþekkinguna innanlands og þurfum ekki að vera heldur upp á stóru fyrirtækin komin í framhaldinu. Þannig að við séum með okkar eigin vélþýðingatækni, við séum með okkar eigin raddgreiningu og svo framvegis út frá öllum mögulegu, bæði bara tækniþekkingunni, sérþekkinguna á íslenskunni, möguleikum á breytingum og viðbótum í framtíðinni og því að lenda ekki einhvern veginn í einhverju gildru að vera bara algjörlega upp á þessi stóru tæknifyrirtæki komin. Já, en Sigurður, eftir þá inn í þetta með þekkinguna, erum við að sækja líka nógu mikið að þekkingu, nú mikil gervigreind að þekkingu um allan heim og það komið hérna fram að við erum orðin svolítið eftir í þessu. Eru háskólarnir í nógu, finnst þér miklu samstarfi við erlenda háskóla eða erlend stórfyrirtæki til þess að draga þetta svona inn og sínum forsendum þá, hvernig blasti það við þér? Já, ég held að við séum að mörguleiti að því, en betur má í duga skal, ég held að sé mikil tækifæri og miklir möguleikar. Og við mögum heldur ekki gleyma því að þetta er svið sem er að hreyfast alveg rosalega hratt bara þessi árin og er að breytast mjög hratt og ég held að við þurfum, almannarómur og þetta sem er að gerast hér er bara frábært tæki í því en við þurfum held ég að taka næsta skref þar á eftir og það er bara framundan. Já, og þá næsta skref er þá meira í það sem varst að lýsa á það, í þessu að innleiða þetta, að koma þessu inn í bara okkar daglega líf. Já, og við getum líka séð ef við hugsaum bara eins og foreldra mína, hvernig þau að nálgast þetta, þau eru náttúrulega ekki fædd í, þau eru ekki technical natives eins og krakkarnir okkar og hvernig þau að nálgast þetta og nú á ég móði sem er að nálgast áttrætt og er rosa hefur rosa áhuga á, ég er búin að gefa henni iPad og iPhone og allt þetta, hún notar þetta alveg fullu, en ég sé alveg hvað þetta er rosalega löng leið fyrir hana, því hún er ekkert vön þessu. Nei. En þannig að þetta er rosalega svona, þetta er stórt skref og þannig erum við kannski með, ég veit það ekki, 30 ár af kynslóð sem er 30 ára bil sem við þurfum að flytja þarna yfir. Já. Og það verður mikil áskorun. Já, ég held líka að við þurfum að búa með tíma núna en við þurfum að ræða það eins hvernig, ég meina, eru allir samningalögfræðingar í framtíðarinnar að fara að verða atvinnulausir eða ætlum við bara að mennta fólk öðruvísi og allt þetta. Það þarf að taka þetta inn á svo mörgu sviðum, þetta er mjög áhugavert. En ég þakka ykkur kærlega fyrir skemmtileg spjall og við höldum áfram með dagskrána. Takk fyrir mig.